Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi við austanverðan Eyjafjörð í Grýtubakkahreppi og Svalbarðsstrandarhreppi. Við austanverðan Eyjafjörð eru 2 sveitafélög sem tilheyra þó bæði Suður Þingeyjarsýslu. Þetta eru Grýtubakkarhreppur og Svalbarðsstrandarhreppur. Íbúar svæðisins eru rúmlega 700, flestir í þéttbýliskjörnunum Svalbarðseyri og Grenivík. Í þinghúsinu á Svalbarðsströnd safnasafnið til húsa. Safnið var stofnað árið 1995 og fagnaði því nýlega 20 ára afmæli sínu. Safnasafnið opið allt sumarið og heimsókn þangað skemmtileg byrjun á góðum degi. Safnasafnið á að höfða til barnsins í manninum jafnt sem barnanna sjálfra. Hérna eru 2 drengir sem ganga svona skemmtilega fram á brún en þeir eru gerðar að þeir stoppa og þeir eru líka svo vanir. Já. Og svo einna skemmtilegasti parti það þessi hérna sem að konan keypti hjálpræðishernum í fyrra. Gerir alltaf mikla lukku. Ég man eftir að hafa allt svona eitthvað sem að hoppaði svona. Og svo hérna verður maður að hrekkja gestina líka því að þetta fari allt á fleygiferð. Og svo eru náttúrulega hluti sem svona kannski meira form sem hreyfast og breytast. Og nú fara jólin að nálgast, þannig að við látum þetta bara ganga líka. Töfrum líkast. Ég teki þetta bara svona holt og boltur. Já. Það ekkert svo sem það svolítið skemmtilegt. Þetta verður til dæmis 4 að borða saman hérna. Þá myndum við rúlla þess á milli okkar. Því að þá myndum við kalla rétti með saltið og piparinn. Þetta nefnilega, þú veist. Svo segulstaf sem heldur í saman þannig að þetta fari ekki út. Hérna lítið trix. Þetta svona þessum hlutur sem allir eiga og nota daglega vonandi. Já. Ef að gestir eru svona mjög skemmtilegir, að þá gefi þeim alls svolítið svona, ekki allt í lagi hjá þér kannski. Hérna svolítið skemmtileg blekking. Það eru 2 mjög ólík form, en samt sem aðra þá passar þetta inn í. Þú sér það hérna, Þetta Þetta ég er búinn að mikla leið á því að sópa upp mylsn og þess að þá nota hérna litla bíl. Það er þessi skemmtilegt að keyra svolítið svona Getur maður bara að busta þetta. Já. Síðan hérna lítil dós, hún kannski sést nú ekki vel svona en hún þeim Eiríkur gætt að hún myndar fína hljóð, Komið þetta vinnurinn á Akureyri í fyrra, það komið eiginlega ég var að taka þetta upp á kassan og svona. Og þær komið dýrana, góðan daginn segi ég, góðan daginn segi ég. Þær voru bara þuti burt og þær komið til Brasilíu. Þannig að þið sjáu það nokkuð meir. Og síðan við svona lítið box og þið byrja að segja hæ, hátt og snjallt. Hæ. Og svo tökum við hérna mjög þunn stykki og leggjum hérna ofan á íhvolfan spegil og það sem hefur það verkanir að stykki fer aðeins niður
að þá fyrir hann að virkja loftið og heldur þessum svolítið áfram. Svo gefum við svolítið svona diskóblæði með því að lýsa hann upp og síðan færum við ljósið yfir á blómið sem lifnar þá við og vonandi hreyfist allan daginn. Og að svo mæltu, það bara þakka ég kærlega fyrir. Við austanverðan Eyjafjörð mikilfengleg náttúra sem dæmi má nefna fjallið Kaldbak sem setur svip sinn á fjörðinn. Kaldbaksferðir bjóð upp á snjótróðraferðir upp á Kaldbak. Ferðin tekur 45 mínútur og á toppnum má njóta útsýnisins sem einstakt. Farþegar geta svo valið annaðhvort að fara með bílnum aftur niður eða renna sér niður brekkurnar á skíðum, sleðum eða snjóþotum. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space, and the feeling that I'm yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving way. Put the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Það þarf þó ekki að fara alla leið upp á topp Kaldbaks til að njóta náttúrunnar en fjölmargar áhugaverðar gönguleiðir á svæðinu. Svo reiðtúr frábær leið til að njóta náttúrunnar en pólarhestar á Grýtubakka bjóð upp á reiðtúra allan ársins hring. Já, þetta byrjaði nú bara svona eins og maður segir fyrir, já, eiginlega kannski svona meira að forvitni heldur en alvöru. Við vorum með eitthvað 14-15 hesta. Það var maður í Reykjavík sem var kunningi minn sem að segja við mig, Jóhannes Eiríksson heitir hann, segja við mig, eigum við ekki að pröfa, Stefán, að gera eitthvað svona hestaferðir? Og ég sagði, jú, ég er til í það og svo byrjaði þetta þannig. En segðu mér aðeins með hestana, hvernig haldið þið 150 hestum í formi? Það er semst, þið ríðið ekki út á þessu öllu, eða? Nei, það er nú ekki gert. Við reynum bara fyrst á vorin þegar við erum búin að játna meiripartina þessu, þá erum við reynd að fara bara fyrst hægt og rólega svona á stað meðan hrossin er að komast í form og svo er þetta nú, svo er bara að fara á stað í ferðina, sko, eins og ég segi, sko. Við erum mikið í ferðum alveg, eins og í sumar, við förum alveg austur á Raufarhöfn, eina ferð, það er dálítið löng ferð. Og við erum mikið hérna í ferðum hérna bæði út í fjörðum og eins upp í Mývatnssveit, Bárðardal. Já, er ekki mikið umstang í kringum þetta? Þetta er bara, eins og maður segir, þetta er stuttur tími, þetta eru mest 3 mánuðir yfir sumarið og þá er þetta náttúrulega bara botnlaus vinna, sko. Það vinnur bara frá því að vakna náttúrulega og sofnar, það er bara svo einfalt. Eru þið með oft krakkar sem koma og er að vinna hérna hjá okkur? Já, það er oft sem að krakkar koma og eru hjá okkur stuttan tíma í svona starfsþjálfun og hérna stundum erum við að taka frá svona skólum eins og Valdórskóla, krakkar sem eru hjá okkur í stuttan tíma í svona starfsþjálfun og það er virðist vera óvolið mikið aðsókn í þetta. Þetta er náttúrulega nákvæmlega það sama bara eins og þegar við Íslendingar erum að sækjast eftir að komast einhvers staðar á búgarð út í heimi þegar við erum ung. Með okkur í reiðtúrnum var par frá Berlín, þau María og Adrian sem er á ferðalagi Ísland og svo ung stúlka frá Köln, Leonie Winkler, en hún dvelur á Grýtubakka í 5 mánuði. Þetta hefur verið draumur hennar í mörg ár og sjálfa hún íslenskan hest heima í Þýskalandi. En þetta fólk sem er að koma hérna, útlendingar, er fólk ekki ofta að prófa bara að sitja hest í fyrsta skipti á ævinni? Jú, ég myndi segja á veturnar er þetta meiri parturinn, 80% er fólk sem hefur aldrei komið á bak. Eða kannski einsinn tvisvar, sko. Og þetta er fólk sem er bara kemur á bílum og rennir hérna við, bókar í gegnum neti eða hvernig þetta á sér stað, sko. Og hvernig gengur það? Þið hljótið að hafa lent í ýmsu? Jú, það er, sko, til allra guðslöku hafi við nú á öllum þessum árum verið heppin með, sko, slys. Þetta verður alltaf eitthvað það. En maður svona, við reynum að lágmarka það eins og mögulega við getum. Bæði með að fara ekki á hratt og hérna passa upp á að vera ekki gefa út hesta sem að nema við tristum 100%.
Já, og þið passið það að finna réttan hest fyrir hvern einstakling. Já, við reynum. Stundum er betra að gefa of rólegan hest, heldur en of spýti eins og maður kallar það. Ég man eins og eftir fyrir mörgum árum síðan að kom stúlka, hún var ekki í útlend, hún var úr Reykjavík. Og ég sá bara hún var í nýjum reiðgalla alveg frá toppi til táar og mér datt náttúrulega ekki enn til hugar, ég spurði hann ekki hvort hún var í vön. Og lét hann að hafa ótalega viljóðan hest, ég mútti sækja hann bara upp í hólf því að hestinu fór bara með í kvelli. Það ýmsa svona upp á kominum sem átt sér stað, en til alltaf guðslöku var ekkert slys að því, sko. Og þú ert búin að vera í þessi, 30 ári sumar, byrjaði 1985, eins og ég segi með 14 hesta, nú er orðin 140. Þannig að þú ert öllu vanur, áttu ekki einhverjar skemmtilegar sögur úr bransanum? Jú, það er margar sögur, margt skemmtilegt sem við skeið. Ég man eftir fyrstu árunum þegar ég var að byrja í þessu og vorum út í fjörðum. Við vorum einhverja 6 tíma á leiðin útir og það kom til mín kona þegar við vorum komin niður í kofa og segi Stebbi, hvar kemst ég á klósetti? Og ég sagði, farðu hérna bara bak við hólinn. Já. Hún kom eftir 10 mínútur konan greið og fann ekkert klósett náttúrulega, en það var ekkert klósett. Það var ekkert klósett þarna bak hólinn? Nei. Svo þetta var svona ekki kannski nú vel útskýrt af minni hálfu. Nei. Þetta bjargaðist, hún fór aftur bara. Á svæðinu eru margir góðir staðir til að njóta útsýnis en einn þeirra er frábrugðinn hinum, en við Þórisstaði má finna Súrheysturn sem breytt hefur verið í eins konar útsýnisturn. Sem að tvennt sem ég óttaðist, það var annars vegar að þetta yrði svona óþarlega mikil samlíking við Perluna og hins vegar að þetta yrði svona óþarlega mikil reður, en ég hef nú svona mikið til sloppið með þau komment. En þetta er maður alltaf að bjóða hættunni heim, þetta væri lífið ekkert spennandi nema það væri teknir ákveðnir sénsar. Og sénsarnir sem Stefán hefur tekið eru ófáir. Sá stærsti er líklega sá þegar hann og eiginkonan, Inga Árnadóttir, breyttu alveg stefnu eftir 20 ára starf sem kúabændur og byggðu upp sveitahótel á Þórisstöðum. Hlöðu, fjósi, haughúsi og öðrum útihúsum breyttu þau í gistipláss fyrir 70 manns og tilheyrandi aðstöðu sem þau var rekið undir nafninu Hótel Natur í 10 ár. Það var aðeins Súrheysturnin sem stóð eftir og myndi á fyrri starfsemi bílisins, en hann hefur nú loks fengið nýjan tilgang eins og aðrar byggingar á landareigninni og er orðin að glæsilegum útsýnisturni. En það eru svona allir sem held ég eiga að geta labba hér upp óttalaust og þegar upp er komið þá er það sem sagt allavega hér inn í þessari garðkúlu og held ég ekki neina ástæð til að fyllast neinu óöryggi við það. Og síðan þetta er það þá hverjum einum í sjálfsagt sett hvert hann stígur skrefið út á svalirnar. Og það er eins, þetta á náttúrulega alltaf að vera fullkomlega örugt og allt það en auðvitað vitum við það, fólk er misloftrætt og það er engin niddur til að fara hér út en það sér það hér út húsið, hvað sem er. Það er gríðarlega flott útsýni hérna á toppi tursins. Já, sko, það sem að kannski kom mér á óvart þegar við erum búin að vera hérna í nærri 25 ár og það er umverulega, og ég vissi alltaf að við myndum sjá náttúrulega mjög flotta sýn hér út fjörðinn. En það er kannski þetta svona nær umhverfi bara hér í kringum mig sem að mér finnst raunverulega miklu meira interessant heldur en ég átti vona á. Hluta til að vegna þess að þegar maður keyrir hér ströndina þá sér maður kannski, maður sér allavega mjög einhæft sjónarhorn. Sérstaklega hef ég gaman að því þegar að vinir og kunningar okkar hérna austan úr Þingeyjarsýslu loksins stoppa og heimsækja okkur og koma hér vestur fyrir húsin. Og þá bara finnst fólkið að sjá eitthvað allt annað. Þá er svona meiri ró einhvern veginn yfir öllu og fólk allavega margt hvert það hefur orðað þessu. Stefán segir að kjöri sé að fylgjast með norðurljósunum úr turninum en með aukinni vetrarferðamennsku má ætla að turnin geti orðið vinsæll viðkomustaður. Eins er uppi hugmyndur að nýta hæðirnar 4 upp í turnin undir sögusýningu staðinn og umhverfi hans sem og undir sýningarhald á gripum sem Stefán smíðar úr eigin skógi. Tóma Súrheysturna er að finna víð land og Stefán nefnir nokkur dæmi það hvernig menn hafa verið að finna þeim nýjan tilgang sem hann segir að sé ánægjuleg þróun enda mjög sérstakar byggingar að ræða. Sko, þessir turnar eru vel flestir steinstiftir. Það var reyndar þarna tímabili voru byggðir stálturnar líka en vel flestir voru stiftir og þeir voru stiftir með sérstökum skriðmótum sem að færðust upp einhverja sentimetra
á dag nánast, eða mist á klukktíma, ég held að það tekið 12-14 daga að reisa svona turn og þessi turn 12 metra hár og 4 metrar í þvermál og ég hygg að þetta hafi nú verið svona eitthvað á þessu bili með þá flesta sem auðvitað voru lægri en síðan var þegar að rúllutækni og annars slíkt kom til sögunar þá einfallega bara lagðist notkun á þeim af, þetta voru svona dálítið erfiðir búskaparhættir, oft á tíð mikil handavinna eða bílana búnaður sem var í þessu. Þannig að þeir svona urðu dálítið, núna síðustu árin hafa þeir bara staðið vel flestir. En ég veit að turnin enn í vinnslu og þú ert hérna að loka metrunum að klára en einhverju gestir hafa nú þegar fengið að koma inn. Hver hafa viðbröðin verið? Já, það bæði erlendir gestir sem hafa verið hérna núna eftir áramót og eins bara Íslendingar sem hafa komið hér á ýmsum tilvíðum, þeir hafa komið hér og kommenterað á þetta og auðvitað verður það viðurkennast að það náttúrulega bara staðfesting á þessum hugmyndum að þetta myndi vekja bæði athygli og svona fólki fyndi svolítið sérstakt að eiga að kosta þessu að með þó ekki meira erfiði heldur en að labba þessar 60 tröppur að þá fengi fólk svona nýja sýn og flestir þetta hafa bara verið að njóta hér útsýnisins en það hafa þó líka komið fólk sem beinlínis hefur verið að horfa eftir norðurljósum og kann að meta þetta. Laufás í Grýtubakkahreppi kemur við sögu skömmu eftir að Ísland byggðist og þar hefur staðið kirkja frá fyrstu kristni. Kirkjan sem þar stendur í dag frá árinu 1865 og þykir afar falleg. Í gamla prestsetrinu sem í eigu Minjasafnsins á Akureyri gestastofa Laufás, þar sem áhersla lögð á móttöku ferðamanna og gesta, meðal annars með fræðslu sögu staðarins, náttúruna og nánasta umhverfi. Heimsókn í Laufás skemmtilegt og fræðandi ferðalag aftur í tímann. Í lokin á góðum degi nauðsynlegt að fá sér góða máltíð. Á Grenivík má finna veitingastaðinn Kontorinn sem opnaði í fyrra. Við erum með matseðil svona, fullt af smáréttum og svo þetta á sér nautalund og grísarif og já, hamborgara langlokur og þetta svona. Og vín náttúrulega með. Já. Mér skilst að fráfarandi sveitastjóri hafi nú tekið loforð af öllum karlmönnum hér á Grenivík að þeir myndu nú drekka minnst 5 bjóra í mánuði svo að þessi rekstur myndi nú standa til sér. Það rétt? Já, hún tók þetta svona áverði sko en það margir inn í kvóta sko. Já, menn hafa nú bara verið frekar rólegir í því sko. Að leysa hann út? Já. En þú ert nú ekki óvanur svona rekstri, þú ert búin að vera lengi í rekstri hér á Grenivík? Já, við hjónin byrjuðum fyrir 23 árum og leigðum á sjoppu sem var hérna í þessu húsnæði og vorum með hann í 5 ár og síðan tókum við kaupfélagi
þegar kaupfélagið Eyfirðinga hætti, þá tókum við búðinni og það er 18 ár síðan. Það var. Og þið eru ennþá með búðin og eru í rauninni bara að stækka við ykkur með því að bæta þessum veitingarekstri við? Já, það er svona hugmyndin að þetta sé svona gott að hafa þetta með því að ekki nú glæsilegt að reka búð svona í dreifbýlinu, stutt í stórmarkaði og annað. Þannig að þetta vonandi er verið góð viðbútt við að styðja hitt. Og þessi veitingastaður er sem sagt staðsettur í nýjum miðbæjarkjarna hérna á Grenivík. Það er búðin náttúrulega hérna og svo eiga skrifstofa sveitastjórnarinnar og bankinn að flytjast hingað í haust, er það ekki? Jú, það er rétt. Og þetta hús er náttúrulega búið að taka algjörlega í gegn og verður bara stórglæsilegt þegar það er búið og þetta hús hefur bara fengið nýtt líf og bara, já, glæsilegt í alla staðir, sko. En hvað með nafnið á veitingastaðnum? Kontórinn? Já, þegar ég byrjaði fyrir 40 árum í kaupfélaginu á Grenivík, það var náttúrulega útibússtjórar frá kaupfélaginu og hann var alltaf á kontórnum, sko. Það var aldrei skrifstofa. Það var Pétur Axelsson heitinn var þarna útibússtjóri og það var alltaf svolítið málið maður kallar inn á kontórin, sko. Segir eitthvað maður, sko. Þannig að mér datt þetta bara í huga, þetta var skondið nafn, kontórin bara. Kontórin og það er bara ljúft að tylla sér hérna niður á kontórnum, það er ekkert verið að taka mann á beinin á þessum kontór. Nei, nákvæmlega. Og það hefur nú mörgum dreymt að fá sér einn á kontórnum, sko. Kaldan eða eitthvað. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi í Svalbarðsstrandarhreppi og Grýtubakkarhreppi, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði er á staðnum. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunum grenivík.is og svalbarströnd.is. Í næstu viku munum við gefa ykkur uppskrift að góðum degi á Ólafsfirði. Þangað til næst, verið sæl.